God bless ykkur, kæru bræður og systur. Þessum degi, þennan dag eins og einhver sinn, eins og orðskiptin sem við komum saman í tröllni, við erum mjög ánægð, við erum gleiður og við komum hingað með hamingju. Hann hefur þakkað Guði fyrir allan tímann sem liðinn er, fyrir dagana sem hafi liðið, fyrir það sem við höfum gert í lífi okkar. Alltaf við höfum ástæðu til að þakka Guði. Þess vegna þegar við komum í kirkju, þegar komum með glöðu hjarta, svo að Guð heimsæki okkur, líka kemur hann til lífsins okkar, kemur hann lífi okkar, til veru okkar, og hinn heilagur andi birtist í lífi okkar. Komur ekki hingað með erfiðleikunum eða vandamál, heldur með glöðu hjarta til að þakka Guði, lofa hann og begsama nafn Drottins. Vel, jæja, þú getur sest niður, bræður og systur, svo við erum hamingjusöm samir í dag og við erum að byrja kennslu okkar. Og áfanginn í dag allir þurfum að taka það í bimbiss Guðs. Við erum að byrja með kennslu okkar. Og í dag kennsla okkar svo að við eigum að taka það í bimbissi Drottins. Í dag erum við að tala vingar Drottins. Og við opnum Biblíuna í Jesaja kapla 5 fyrir kennslu okkar í dag. Dæmisöguna vingarinn. Og þegar þú að lesa, þegar við erum að lesa, einbeittu þér, íhugaðu, gerðu það að fullri athygli, ekki láta trufla þig lesturinn, horfðu á lesturinn og hugsaðu Guð okkar. Hugsaðu að Drottinn sé þér næstur, sem horfir á þig og fylgist með þér. Þar sem þú einbeitir þér að því að þjóna honum. Og segir Guð hér í bókin Jesaja, forn spámaður sem spáð Drottinn, forn Jesus Krist. Og þessi spádómur beint til framtíðar, beint til kirkju Drottins, forn Jesus Krist. En Drottinn, þegar við fórum að lesa þessi vers frá 1 til 7, við erum að lesa þau. Þegar við erum að lesa, þá munum við skilja að Guð átti við fólkið í Ísrael til forna. Það fór sem Guð myndaði í gegnum Móses, og þess vegna segir hann í vísu númer 1, segir, ég vil kveðja ástmenn minn, ástarkveðjum vingar hans. Þegar segir hér, ég vil kveðja ástmenn minn, einhver að tala, maður að tala. Þú getur ímyndað þér hver að tala eða sá sem talar hér. Kirkja Jesus Krist að tala. Kirkjan Jesus Krist að 1000 árum síðar segja ég frá í þessu skrifum. Kirkjan myndi myndast með Drottni Jesus Krist og þess vegna segir hann, ég vil kveðja ástmenn minn, ástarkveðjum vingar hans. Ástvinur minn átti vingar á frjósamri hæð. Ímyndum okkur hvernig þessi frjósama klíf var. Ímyndum okkur vingar, fjall, dalur fullur af vínberjaplöntum, af vínberjunum. Það vingarðurinn. Svo við skulum ímynda okkur að það. Og segir hér, ástvinur minn átti vingar á frjósamri hæð. Vers númer 2. Hann stakk upp garðinn, tíndi úr honum grjótið, gróðursetti, gæða vimbið. Hann reisti tún í honum, miðjum og hjóðarfruktir vingarðar. Hann bóndaði að garður væri vimber, en hvað var þeim gaf? En hann bar múrlinga. Vers númer 3. Dæmi nú, Jerúsalem búar og Júda menn. Dæmi nú, miklir minn og vingars minn.
Drottning Jesus Kristus talar här, världen via daima. Quamum geras av miklemin och vingarsins. Sagde himmelske fadern i Jesu nummer 7. Och kvällsvägna visade han såna mycket till Jerusalem och Juda. Vägna Juda hade varit August som Gud hade utvalt för han, och huvudbord Juda var Jerusalem. Jeher ses bort sirein till idag. Säger vers nummer 4. Fader säger, vad var mera att ge vid vingarmin än det hade gett vid han? Det var han morlänka, till att ge bonade han by de vinver, ännu kirken hans, som säger, jag vill queda om asbel min, austarquedio om birkan hans. Och han är att säga nu, vill jag kungjura eder, vad jag alla gera vid vingarmin, säger Gud. Jag rev nieder längade, så han värde nagadur i råd. Bryt nieder murverken, så han värde tråd nieder. Här, Jerusalem huvudbord Juda, som var Akis som Gud badliset, och Gud bara gaitases av Akislän. Så att I var nit min leva hela liv, reella utan leve, och att halda borden som Gud gav Moses vid folksins. Och därefter som Gud visade den som vingarden som han hade grådelset, av Caesarea friosamliklet. Och ens av de braus Israelsmän i öppningslägen kluttat Guds, här i timmen spåman Jesaja, ser huvudsägar brutis Gudi, och Gud bara daima, för i resten Gud, för i Jerusalem och Juda. En drottning visste att i framtiden var sig öppningsläge klutig, Jerusalem och Juda, som av en timme var tankar som Gud var talade vid. Drottning visste att sig boru frumkerdin, edda tagning, edda tankra min framtidarinnar. Kirke drottning Jesus Krist, en gudsaktig, genom enda lekamlega av Cesabor, enda med sig huvudbord Jerusalem. Cesariacos li Juda, genom utrimasen, genära att verka och värda några leivarnar, och genom bjärgasen, vägnases att kyrkan sara faidas, vägnases att kyrkan Jesus Krist hevura komma fram, paudom års, Guds bara raitas, var han att tala om Jerusalem, Juda, och drottning hade i ädlen sinne, täckes av artworvum av bjärgaleivarna, som foro hertegner till Babylon, och alle aldrig då i Jerusalem och Juda. Sätter saga som säger i boken av Kronikobok, Konungsbok och spåmannen Jeremaja säger lika sausögur av Eidinku, Jerusalem, Juda lekamlega. En leivarnas sen huvudberg flyttade till Babylon, det var kärnin, tarna var lovordet, det var Jesus Kristus med kyrkan sinne. Dir Guds åkar, så kontrollni för i mänskans sinne, så säsvägna säger siksågulega till att skilja sina farliga kaplar. Så säsvägna säger och säsvägna läggs jag efter i Jesu nummer 5. Ännu vill jag kungjura eder, vad jag lagera vid vingarmen. Jag rev nieder längade, så han bärde nagade råd, bryt nieder murverken, så han bärde tråden nieder. Så geresa likanlega, som uppfylldes med striderna vid babylonska hermenina, segar där eidu Jerusalem och Juda. Väl, behold du Abraham i Bisu 6, jag vill göra han att hoin, säger Gud, han skall icke bärdas ni lauder och icke stönkup. Där skulle basag sisslar och sirna och skjunu vid je vana bokwa handräkning. De, Jesu nummer 7,
Því að vingarður drottins Ísrael hús og Júdíu menn ekran sem hann an. Hann bændi réttlætis en sá blóði úthel, bændi réttvísi en neyðar og kvað við. Hver þessi kveins sem ég heyri frá fólkinu hvernig þeir syngar og grjávaxtata, hjálparvana. Og allt þetta ómögulega fólk sem fjæðist spenna syndar höfðingja, leiðtoga og konungar Ísraelsmanna, þá mælti Drottinn hér efasemdardómi sínum til að reisa þeim íbúum vingar sinn, sem hann hafði gróðursett. En jæja, en það ekki þannig að Drottinn hafi ekki verið svona. Kannski endaði hann og eyðilagði þetta líkamlega fólk, en orð hans, lofar hans og ætlun hans, sem Guð hafði fyrir sköpun heimsins héldu áfram. Og við sjáum það í Mattheusarguðspjalli, kafla 21, hér í Máttúsi, frá Bísu 33. Við ætlum að lesa frá Bísu 33 til 46. Og það segir hér í bók Mattheusarbók, hér var Drottinn Jesus Krist að predika fagnaðarerindið, að predika himnaríkið. Og hér í Bísu númer 43 segir, en sagði Jesus, heyrið aðra dæmi sögu. Landeigandi nokkur plantaði vingar. Hann glóð garðum hann, gróf fyrir vínfrök og reisti turn. Seldi hann síðan vinirgjum á leigu og fór úr landi. Manstu hver þessi maður var sem gerði þetta? Það sem við lesum í Jesaja, þú áttaðir þig, þegar segir hér að landeigandi hafi gróðursett vingar, himneskur faðir okkar. Þarna í Jesaja kafla 5, það segir að Guð hafi gróðursett þann vingar í grjósamri kleið. Og hér Drottinn Jesus Kristus vikir á lestri Jesaja. Það sem Guð hafði sagt að hann hefði gróðursett vingar, sem Drottinn Jesus minnir þá á og gefur þeim þessa dæmisögu til fólksins sem hlustaðu á hann og lærist vegna hans. Og hann segir þeim sömu orð sem voru skrifaði í Jesaja. Þetta fólk hefði líklega ekki lesið bók Jesaja spámanns á þeim tíma. Það hafði ekki heyrt að Jesaja hefði spáð þessu. En hér predikar Drottinn fagnaðarerindið sitt, byggt á rigningunum, byggt á 5 bókunum sem Móses skrifaði og í spámannabók. Drottinn kenndi þessu fólki alltaf fagnaðarerindið á þeim tíma. Og hér segir þessi landeigandi nokkur plantaði vingar. Hann gróðursetti garð, sama Jesaja kafla 5 segir. Gróf fyrir vínfrök og reisti turn, seldi hann síðan vinirgjum á leigu og fór úr landi. Þegar við lesum þessi vísur, munum við skilja hverjir þessi landbúar voru. Og hér í 44 segir, þegar ávaxtatíminn nálgaðist sendi hann þjóna sína til vinirgjana að fá ávöxt sinn. Segir hann, sendi þjóna sína til vinirgjana fyrir sjá hvað mikið ávöxtun af gróðursetningunni sem gerð var í vingardinum. Núna, vísu númer 45 segir, en vinirgjani tóku þjóna hans, borðu einn, drápu hana og gritu hinn þriðja. Og þetta er það sem vinirgjani gerði. Þegar fjölskyldufaðirinn sendi þjóna sína til að fá ávöxt sinn. Þú að skilja hvað það er að tala við hver Drottinn tala. Og segja vísu númer 46. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrir, og eins fóru þeir með þá. Þeir gerðu við þá á sama hátt, svo í rauninni þetta vondur vinirgjinir
segir ég, hafði gert það sama við þjónana. Þeir tóku lyftur sitt, þeir borðu þá, þeir settu þá í fangelsi. Vel, hvað þeir gerðu ekki með þeim? Og síðast, í vísu númer 37. Síðan sendi hann til þeirra son sinn og sagði, þeir munu verða son minn. Þú, núna skilja hver það er. Við erum að skilja að þetta var Faðir himneska þegar hann sendi þjóna sína. Veistu hverjir þessi þjónar voru? Það voru þeir sem predika lögmál Móses, prestarnir, spámennirnir. Öllum þeir voru ábyrgðarmenn fyrir að kenna liði borðs. Það voru þeir þjónar sem talar hér. Líka stjórnenda og konungana og þegar sagði landeigandi sendi þjóna. Það þýðir, hann sendi fólk, sendi nokkra spámenn. Áður en Drottinn Jesus Krist kom, voru spámenn og Jóhannes skýrari til dæmis. Við vitum sögu Jóhannes, hvernig hann var handtekinn og síðan höggvinn. Hann að segja fólkinu og lærisveinum sínum að þetta dæmisagan. Dæmisöguna bimfiðinn. Það sem Guð okkar gerði á öllum Guðs, á öllum Drottins, vor Jesus Krist, þá og í dag og að eilífu. Þess vegna verðum við að setja orðum skynfærin eða 6 skilningarvitin í að lesa orð Drottins og taka það til hjörtu okkar. Því þegar við verum orð Guðs í hjörtum okkar, við munum við skilja það, og Guð mun búa í okkur, og Guð mun hjálpa okkur í lífi okkar í öllu sem við gerum. Drottinn mun alltaf vera með okkur, hann mun hjálpa okkur, vegna þess að við höfum þessa einlægni og það réttlæti, og þann kærleika og gildi fyrir Guði okkar. Að því við lesum orð hans, Drottinn mun ná til sálar okkar. Og svo þegar þessi fjölskyldufaðirinn segir hér, ég að senda son minn, vegna þess hann erfinginn, þá mun þeir heyra þeir fara að virða hann. En hvað gerðist? Vísu númer 48. Þegar vinirnir sáu soninn, sögðu þeir sína mikli, þetta erfinginn, fórum og drépu hann og nám arfi hans. Það gerðu þeir og hugsuðu til að stela arfleiðinni, að stela blessunum. Hér að tala efnislegt líf og líka við eigum að sjá frá andlegu greiðinni. Þá virði djöfulinn líka enda með Drottinn Jesus Krist og þann sem drepa hann á krossinum. Þá dó hann og allt var búið og syndin myndi halda ríkja djöfulinn með hernum sínum. Svo djöfulinn, segir vísu 49. Og þeir tóku hann, kostuðu honum út fyrir vingardinn og drápu hann. Þetta það sem Jesus Kristus segir við fólkið og lærisveina sína. Hann bara segja honum hvað væri að verða fyrir hann. Af því að svo gerðist í raun Drottni sem þeir krossfestu fyrir utan Jerúsalem. Utan borgarinnar á stað sem kallaðu Golgata. Það var sem Drottni fórnað. Vegna þess fyrir gyðingar var þar viðurstygt að einhver væri hendur inn í borginni Jerúsalem. Þeir voru megaðir, þess vegna fóru með hann út fyrir borginna Jerúsalem og hér Jesus Krist segir vísu 49. Og þeir tóku hann, kostuðu honum út fyrir vingardinn og drápu hann. Hann langa segir Jerúsalem, táknaði þann andlegu vingardur sem framtíðarinnar, sem kirkja Guðs. Hann talaði skýrt til þeirra svo að þau gætu skilið. Vísu 40. Hvað mun nú eigandi vingardsins gera við vinirka þegar hann kemur? Sögðu þeir sem heyrðu, lærisveinar hans og allt fólkið, þeir svara í vísu númer 41. Þeir svara,
Hann mun verndarlaust tortíma þeim bondum honum og selja vingjarnri öðrum vinyrkjum af leigi sem gjalda honum ávexti á réttum tíma. Þeir tóku þessa sögu sem eitthvað sem var ekki fyrir þeim. Þeir héldu það væri frá öðrum manni fjarri að þetta hefði komið fyrir hann. Þeir skildu aldrei að það var Drottinn sjálfan og kirkju hans og fylgjendur hans. Þeir skildu það ekki. Þess vegna sparaði þau svona Drottinn. Hvað myndi engandi vingar sinn gjöra við vinirka? Og þeir svara, hann mun væðarlaust tortíma þeim bondum honum og selja vingjarnri öðrum vinyrkjum að leigi sem gjalda honum ávexti á réttum tíma. Ég held að Drottinn myndi klæja að sporum sem lærisveinar hans gafu honum og fólkið. Og hér vísu númer 42. Og Jesús sagði við þá, hafið þið aldrei lesið í ritinu, steinin sem smiðirnir höfnuðu orðinn að hyrningasteini. Þetta verk Drottins og undursamleg í augum vorum. Hefurðu ekki lesið hana? Segir Drottinn. Þetta tekið sama bókinni, vísu 43. Þess vegna segi ég ykkur, Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Drottinn nú, talaði hann greinilega til ykkar að Guðs ríki verður frá yður tekið. Þið íbúar Jerúsalem, sem eru frá Júdeu og kalli ykkur gyðinga. Guðs ríki verður tekið frá þér, af því að þessi ríki mun verða gefið öðrum fólki, öðrum viðvindi. Andlefumbi sem Drottinn ætlaði að mynda. Og hann segir yður, Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Og það mun gefa þeim sem bera ávöxt að því. Blessaður Drottinn. Að meðal þessa fólks var Drottinn að vísa til heiðingjana. Til heiðingjana, fólk sem tilheyrði ekki Ísraelsmönnum, sem voru ekki gyðingar, þeir voru ekki frá Jerúsalem. Þetta fólk, heiðingjar, sem áttu enga von á þeim tíma. Það voru þeir sem Drottinn ætlaði að gefa þessa miklu blessun, að gefa himnaríki. Og Drottinn í vísu 44. Sá sem fellur að þennan stein, því í Salmón segir, steinin sem smiðirnir höfnuðu, vegna þess að hann tala steinin sem smiðirnir höfnuðu, sá stein var að vísa til Jesús Krist og smiðana vegna þess að það var lögmál Móses. Og allir þeir sem kenndu lögmál Móses og jafnvel spámennirnir sem spáðu Krist, þeir voru allir smiðirnir. En þegar sá tími kom að Drottinn opinberaði sig þessu fólki, þá hafnaði þetta fólk honum, það trúði ekki. Og það hvers vegna Drottinn segir það sem Salmurinn að rætast, að steinin sem smiðirnir höfnuðu komin til að gera höfuðið, að hornin orðin aðalhluti víkingar, og þetta verður gefið öðru fólki. Og það segir, og hver sem fellur að þennan stein, mun brotinn verða, og að hver sem fellur mun brjóta þann sem trúa Drottinn, Jesús Krist, sem Guð, sonn Guð, og frelsarinn segir, að honum munum farnast vel og erfa himnaríki. En einnig síðan munum við sjá hvað við verðum að gera sem heiðingjar hver við erum og hvað við ætlum að gera til að geta erfið það ríki sem við erum kölluð og við erum útbúin og Drottinn hefur þegar sett mark sitt á okkur. En nú verðum við líka að gera eitthvað sem mun vera niðurstaða kennslunnar.
Og það segir hér í vísu 45. Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmi sögur Jesus skildu þeir að hann átti við þá. Segir prestarnir og farísearnir skildu Jesus Krist bara að predika, en einnig síðan munum við sjá hvað við verðum að gera sem heiðingjar hver við erum og hvað við ætlum að gera til að geta erfið það ríki sem við erum kölluð og við erum útbúin. Og Drottinn hefur þegar sett margt sitt á okkur, en nú verðum við líka að gera eitthvað sem mun vera niðurstaða kennslunnar. Og það segir hér í vísu 45. Þegar æðstu prestarnir og farísearnir heyrðu dæmi sögur Jesus skildu þeir að hann átti við þá. Segir prestarnir og farísearnir skildu Jesus Krist bara að predika fyrir rest þeim. Síðasta vísu. Þeir vildu taka hann höndum með óttudust, fólkið þar menn tóldu hann fyrir spámann. Það gátu þá ekki skada hann á þeirri stundu, því fólkið taldi hann fyrir spámann. En þeir biðu eftir réttum tíma og þeir voru harðhjarti og uppreisnarmenn, trúðu ekki á Drottinn. Svo nú vil lesa í Jóhannes Guðspjall, kapla 15, bjallum lesa vísu 1-8. Það sem við lásum á Drottinn talaði til þeirra í dæmisögum. Hann kenndi þeim vingarðinn, hann talaði himnaríki. Af því að vingardurinn liður Drottinn, þjóðin sem Jesus Krist hóf að mynda þegar hann byrjaði að predika fagnaðarerindi sitt. Vegna þess að í rauninu var vinviðurinn fólkið, það fólkið Drottins. Þetta fólk sem Drottinn okkar byrjaði að boða fagnaðarerindi sitt. Við vitum í gegnum söguna að þegar Jesus byrjaði að predika orð sitt, fagnaðarerindi sitt, við sjáum sögunni það Jerúsalem og Júda, að því Drottinn Jesus Kristus bara því að spæði og predikaði fagnaðarerindið. Hann fór ekki á aðra staði, heldur predikaði hann þar. En svo skipa hann lærisveinum sínum að fara að predika alla heim. En í vilji kom ég til að frelsa gyðinga hér í Júdíu fólkinu. Ég kom til að bjarga þeim, en þar sem þeir trúðu honum ekki og hófnuðu Drottni. En Drottinn hafði Erland og því kenndi hann þeim sem tóku við honum og sagði þeim hvað þá hefðu að gera til að vinna himnaríkið og til heyra vingarði Drottins, til vera vingarginn og uppskera ávasta. Og Jesus Krist hér í Jóhannes Guðspjall 15, hann segir lærisveinum sínum og fólkinu: Ég hinn sanni vinviður, ég Drottinn, tala skýrt til þeirra ekki lengur með dæmisögum. Segja það var fjölskyldumaður átti vingar á frjálsari hæð. Hér Drottinn, Jesus Krist, segir opinskátt að ég er þessi vinviður. Vinviður plöntu vinverja, en alla plöntur mynda vinirdi. Þegar Drottinn talaði í Jesaja vinvið sem hann plantaði að þeir í frjálsamri hæð, þá vísaði hann til mörgum plöntum, susum kannski, hver manneskja, maður, kona, hver manneskja vinver og sama mynda þeir vingarðinn. En mikilvægasta plöntan Jesus Krist. Og það hófum við nú að skýra vinyrkja, þjónustumenn og ávöxt. En áður segir Drottinn: Ég hinn sanni vinviður og faðir minn vinyrkinn. Þegar við lesum vinvið í Matthíasi, þá vísar það til þess vinviðar sem Drottinn, fjölskyldufaðirinn, Guð sjálfur mynduðu. Og vinyrkja voru þeir spákarlar,
Þeir sem sjá leiðrétta fólkið, svo það lifi í sinn, gætu gert gott og farið rétt. Þeir urðu allir að innbyggja þeim innbyggð og líka stjórnendur á þessum tíma. En ef við tölum andlegu hliðina sem vekur mestan áhuga okkar í dag, þá segir fyrsta vers: Ég hinn sanni innbyggður og faðir minn vinurinn. En eins og vinurinn þarf að þjóna til að safna ávöxtum og svo gefa þeim til fóður, segir vers númer 2. Hver fá grein á mér sem ber ekki ávöxtu snúðu hann af. Ég held að Pámpanos á Biblíunni spænsku sé það sem við köllum stundum grein á tré. Það það sem ég skil sem Pámpano. En það þegar útskýrt hér. Og segir númer 2. Hver þá grein á mér sem ber ekki ávöxt. Af því að aðalbólurinn og rótin drottinn vor Jesus Kristus. Og segir, hver þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af. Og hver þá sem ávöxt, ber reynsar hann, svo að hún beri meiri ávöxt. Nú, erum við að ímynda okkur að drottinn sé innbyggðurinn. Já, drottinn, þú þessi innbyggður, og við erum lauk greinanna. Og þar sem ávextirnir eru framleiðir, og ef við erum þarna tengd þeirri plöntu, þá greinsa þú okkur. Og þú greinsa okkur á hverjum degi vegna þess að við gerum vilja þinn, vegna þess að þar greinleiki ávextanna. Það það sem sagt í Jesaja að í stað þess að bera vínber, hafi það gefið vínber. Það voru ávextir hans slæmir og þess vegna var þessi víngarður brenndur, eyðileggður. En drottinn Jesus, þegar hann segir að ég vínbindurinn og þú greinarnar, og greinarnar verða að vera góðan ávöxt. Og ef þær bera góðan ávöxt, þá ég að þrífa þær meira og meira, svo þær beri meiri ávöxt. Þessa lilla planta eða þessi grein af fleiri ávöxtum, svo það það sem við minnumst, svo það það sem við munum þegar það segir að heilagur andi og gjafir hans komi til okkar verur, til að greinsa okkur og fjarlægja þannig óreindi syndurdugra tilhneigingar okkar úr holdi okkar. Og drottinn greinsa okkur og tekur það frá okkur vegna þess að við viljum breytast. Vegna þess að við viljum vera þessi planta eða greini við hlið drottins full af góðum ávöxt og það við séum alltaf með dronni til að geta öðlast himnaríki eða eilíft líf. Þess vegna verðum við að vera gám á því að vita hvað við ekki að gera. Syndirnar, hverja eru syndirnar, fólk í heiminu eða trúarbrögðin, skildu syndirnar í stóra og lilla syndir, gæti verið hjá viðkomandi. En það kemur í ljós að lilla syndir eru það sem varla mestum skaða í andlegu lífi trúarmanns. Vegna þess að þær eru hurðar syndir sem enginn veit og þeir bleika og andlegt þeirra sem trúa, eða allir sem vita Guð munu verða fyrir skaða á þessum litlum syndum. Svo við sjáum hér að ávextirnir verða að vera fullkomnir. Ávextun getur ekki fyllt stóra eða lilla syndi, en hvers kyns einfaldleiki, jafnvel maður sem leigari eða manneskja sem reið, þetta þýðir að hann þarf drottinn til að greinsa hann til þess byggingar sem Guðs vörð sem segir drottinn Jesus, ég vínbyggðurinn. Ég þessi vínbyggður og Vísu 3 segir, þér eruð. Hann segir þeim
sem voru að hlusta, þér eruð þegar hrein vegna orðsins sem ég talað til yðar. Berið þið mér, eins og ég sagði áður, sem berið er að festa við plöntuna, við stofninn, við rótina. Það segir hér, berið þið mér, þá ber ég yður. Greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér nema hún sé á bimbinum, sem er blandað með rót, eins og getið þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ef ekki erum við drotin, ef við trúum ekki Guð, ef við metum ekki Guð okkar, en heiðrum hann, þá getum við ekki gefið neitt gott ávöxt. Vísu númer 6. Hvernig sem er ekki mér, verður varpað út eins og greinum, og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef við horfum ekki áfram í drottin, heldur fjarlægjum okkur frá kirkjunni, hættum að koma í kirkju, hættum að lesa Biblíuna, hættum að biðja og byrjum aftur að fremja syndi sem við gerðum og gleymdum Guði, þá þýðir að við höfum ekki verið í bimbindu og að við erum laus trjábrúnum sem þorna vegna þess að það er enginn til að fóðra okkur. Og ef við hættum að koma í kirkjunni, þá er Guð ekki lengur með okkur og við myndum aðeins hafa óvininn sem verður gráður vegna þessari slæmu ákvörðuninni. Það verðum við að svíkja Guði. Og hvað myndi gerast? Kæmi tíminn þegar það myndi rætast í mér versi sem segir bimbindurinn myndi brenna og hverfa af því hann hefði engan virði lengur. Svona væri andlegt líf okkar glatað, án stefnu, án hamingju í lífinu, án Guð, án hjálpa frá honum. Og þegar við deyjum þá myndum við fara í glötun. Það er það sem myndi gerast fyrir okkur. Þess vegna drottinn svona biturlegur að tala þetta bimbindur. Svo að fólk muni reyna að skilja á þeim tíma og í dag vil ég reyna að skilja og biðja Guð okkar að hjálpa okkur til að vera alltaf í hlið hans. Alltaf halda fast við það. Og við ætlum ekki að hverfa, heldur að drottinn verður alltaf þetta tré, þessi stof og þessi rót sem næri okkur. Blessaðu sér, Guð okkar. Og hér í vísu númer 7, drottinn Jesús Krist segir, ef þér eruð í mér og orð mín í yður, þá biðjum hvað sem þér viljið og yður mun veita það. Dýr sé Guði okkar. Lof sé Guð heimsins, heiður sé Guði okkar. Við verðum að meta drottinn, að meta Guð okkar, að meta Guð hafi komið okkur hingað, að hann hefur safnað okkur saman að þessum stað, að hann sé að leyfa okkur að kynnast orði sínum, leiðum sínum, að hann sé að bjóða okkur eilíft líf, himnaríki. Hann býður okkur að vera þessi ávexti sem eru hreinsaðir og verður hreinir að hverju degi meira og við verðum bara góða ávexti og við munum njóta með drottinn í þeirri dásamlegu eilífs sem. Opinbera bókin tala fyrir þá sem eru frelsast. Svo, bróðir og systir, ef þér finnst þú hefur veikleika, synd, mistök í lífi þínu, eins og trúarbrögð kalla litlar syndir, bið Guð að hjálpa þér að breyta. Segðu honum, drottinn, sjáverleika minn, mistök minn, Herra, hjálpa mér, að ég get ekki. Hjálpa mér, hafa miskunn því ég vil frelsi, friður í sál minni. Og Guð mun hjálpa honum. Guð mun blessa hann og hann mun kreisa hann og hann mun taka þetta að því að hann er miskunnsamur.
Och nu, bröder, skulle vi stanna upp och bedja till himlens fader. Blessad och mäktige Gud, och allvårdige Gud drottning helige konungur. Miskunnsamur, lovade Guds bord, som lik drottning minnen, som lik Guds bord, som skapade himmel och jord. Lova eluver namnsigt, bäst samlägga eluver. Vi lovar sig drottning, vi hävon sig hedron, vi gevon sig dyrdina, lovgjordina. Märket att vara blessad och eluver, heilager namnsigt, oflogo Herra min, mauture konungren. Sänd du basit, sänd du anlägga kraften, sänd du anlägga gavisinnar, sänd du hela anda, mäta du kvinnor med anda sinum, av kraften sinum, gera kraftaver, märke, i kvinnor Herra min, hör du av som surba, hör du av beka, skädu sätta folk, bondina illum onum, till galdra hela faller, reta från kraftmikla hånsina, frälsi, och bläsit av kvarjumohenum, och bertolagnanti, och friva kvararen, riufa fiotrarna, friota gidru kunungarina, blessade drottning. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Blessad sea namn drottning. Stackars er kärleka kära bröder och systrar. Gud blessa er. Tack för er, drottning. Have blessa er, drottning. Have varit med aquarium och ännu. För du tror drottning. Med honom, med Herra. Hon vet allt. Stackars er kärleka för er. Jag älskar dig av all hjärta. Tack för er. Shams flöt. Gud bless sig.